Árið er 1994. Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands og á enn 2 ár eftir í embætti. Almenningur veit ekki hvað tölvupóstur og á ekki farsíma. Sigga Beinteins söng Nætur fyrir Íslands hönd í Eurovision og Kolrasa Krókriðandi gátt sína aðra plötu. Á Reykjanesskaga eru starfandi 7 sveitarfélög. Þann 11. júní dregur til tíðinda þegar 3 þeirra, Keflavík, Njarðvík og Hafnir, eru formlega sameinuð í 1 sveitarfélag sem fékk nafnið Suðurnesbær. En hvernig má það vera þegar bærinn heitir Reykjanesbær í dag? Og þetta eru íbúarnir í nafnlausa sveitarfélaginu að láta í ljósi óánægju sína með það að kalla í bæinn Reykjanesbær. Við ekki akkur þú að fluta? Keflavík. Þú vilt ekki annað nafn? Nei. En hvað ætlar að gera ef Reykjanesbær verður nú samþykkt hér á eftir? Við getum ekki gert. Breytir þessi flautukonsert einhverju? Nei, hann breytir einhver. Ákvörðunin verður tekin? Já, hún verður tekin eftir. Og þetta nafnlausa sveitarfélag mun heita Reykjanesbær bara hér á eftir? Aðallu forfallalausu, já. Eftir að íbúar í Keflavík, Njarðvík og Höfnum höfðu samþykkt sameiningu í kosningum 5. febrúar 1994 hófst nafnamálið mikla sem varð mikið hitamál. Í fyrstu nafnakosningu í apríl 1994 var kosið 5 nöfn: Suðurnes, Reykjanes, Hafnavík, Fitjar og Nesbær. Eftir miklar deilur var kosið nýtt nafn á sveitarfélagið samhliða alþingiskosningunum árið 1995. Valkostirnir voru 2, Suðurnesbær og Reykjanesbær, sem hlaut 55% atkvæða, en 72% þeirra sem tóku þátt skiluðu auðu eða ógildu. Atkvæðagreiðslan var afturkærð en að þessu sinni skildu úrslitin standa. Nafnið var samþykkt með 9 atkvæðum gegn 2. En nú sagði bæjarstjórinn mér rétt áðan að bæjarbúar yrðu og myndu sætta sig við þetta nafn. Hvað telur þú? Ég veit það ekki, ég held að við verðum bara að sjá þessi fólk sem komið hingað, það er allt þetta fólk vill ekki og mun ekki sætta sig við þetta nafn. Ég oft spurður út í nafnamálið og hvernig mér fannst Reykjanesbær hljóma og ég ekki að segja að það hafi hljómað illa. Ég aftur á móti var á móti þessu nafni vegna þess að ég vissi að Keflavík væri þekkt nafn út á við og ég sem hótelstjóri horfði þetta til þess hvað gestirnir að hugsa þegar þau koma hingað. Ég sjálfur upplifði mig alltaf sem sameiningarsinna. Ég vildi að þessi bæjarfélög myndu sameinast og ég held að við sjáum það í dag að hvað er mikilvægt að vera þessi stærð og ég held að framundan þegar við erum að fjölga aðeins og næstu árum þá mun sveitarfélagi vera ekstra vænna með þennan fjölda sem við erum með í dag heldur en áður. Ellert Eiríksson var bæjarstjóri Reykjanesbæjar en hann hafði áður verið bæjarstjóri í Keflavík, kjörtímabilið á undan og þar áður sveitarstjóri í Garðinum. Ellert gegndi starfi bæjarstjóra í Reykjanesbæ til ársins 2002. Hann var auk þess fyrsti og eini bæjarbúinn sem hingað til hefur fengið nafnbótina heiðursborgari Reykjanesbæjar. Við það tilefni fékk Ellert þá umsögn að hafa komið að mörgum, stórum og erfiðum málum í starfi sínu sem bæjarstjóri og unnið að þeim með sóma. Ásamt Ellerti hafa 2 aðrir gegnt starfi bæjarstjóra Reykjanesbæjar þau 30 ár sem liðin eru frá sameiningu. Árni Sigfússon satt 3 kjörtímabil og núverandi bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson nú á sínu 3. Hann hefur gegnt starfinu í 10 ár frá 2014. Sem betur fer flest af því sem við kemur starfi bæjarstjóra skemmtilegt. Það náttúrulega mikið á góðu fólki, bæði samstarfsfólki og líka hitti ég mikið á fólki. Ég fæ að vera þáttakandi í alls konar viðburðum, oft á gleðistundum í til dæmis íþróttahreyfingunni núna og í skólunum stundum þegar eitthvað að gerast einhver tímamót, þannig að það fullt af svona augnablikum sem virkilega gaman. Maður finnur að hvað bara mikilvægt að fá að vera þáttakandi í þessu. Mér þótti alltaf skemmtilegast að fá heimsóknir krakkana og ég svo sem með ágætt dæmi það sem að þau útskrifuðu mig þegar ég hætti sem bæjarstjóri. Þá fékk ég svona virðulegt skjal sem að fjallar það hvað í raun og þessi bæjarstjórar gera. Það nú bara heilmikið húmor í kringum það og eiginlega alveg rétt Hérna var einhvers staðar að hann hreinsar grasið úr niðurföllunum. Það hef ég gert. Og þetta þykir ég svona vænstum og alltaf þegar þau komu krakkarnir með erindi þá lyftist maður upp.
Þegar Reykjanesbær var til var tekið að halla undan sjávarútveginum sem áður hafði mótað byggð og mannlíf á svæðinu. Starfsemi á varnarsvæðinu var enn í fullum gangi og 1100 íbúar störfuðu á vellinum eða voru með tengingu þangað þegar herstöðinu var lokað árið 2006 eftir hálfrar aldar starfsemi. Brotthvarf hersins hafði mikil áhrif á bæjarlífið og atvinnumálin á svæðinu enda hafði varnarliðið verið stór partur af samfélaginu í marga áratugi. Þegar að varnarlið ákvað að fara, þá var það ákvörðun sem var tekin þannig að það voru 1100 mann sem mistu vinnuna á 6 mánuðum. Og þetta svona í undanfara efnahagshrundsins. Þannig að auðvitað var þetta gríðarlegt áfall og fyrir margar fjölskyldur að glíma við. Ég man nú vel eftir vellinum þetta var nú alltaf voðalega spennandi svæði fyrir ungan mann. En maður mætti á karnivölinn og svona fekk eitthvað svona epli með svona sírópi utan og svo rosa spennandi að geta keypt Skittles og það var ekki að fá MM fyrir seinna og Kool-Aid var alveg rosalega spennandi að fá einhvern veginn. En svo var maður fór líka að fara á Wendy's, það var alltaf aðalsportið að komast á böll til að komast á Wendy's. Ég man ekki eftir þegar herinn fór, en ég man eftir þegar herinn var. Ég man eftir að hafa farið á karneval og við vorum að smygla nammi niður niður eftir. Sjálfur kynntist ég því sem ungu maður að vinna svona sumarstörf á vellinum eins og að kalla og á bara góðar minningar frá þeim tíma, varnarlega á góðu vinnuveitandi þannig og maður var á þokkalegum launum og var að fást við alls konar verkefni sem að manni fannst skipta máli og störf sem að höfðu eitthvað gildi fyrir þessa starfsemi. Núna held ég að við séum öll búin að jafna okkur á þessu. Á þeim tíma voru uppi áform stóriðju í Helguvík þar sem tilstóð að reisa álver og 2 kísilver. Nú Helguvíkursvæðið hugsað sem staður fyrir græna starfsemi. Þrátt fyrir mikla sviptingar tengdri atvinnu á svæðinu hafa þær ekki dregið máttun úr samfélaginu sem sagan sýnir að rís ávallt hratt upp aftur og nær jafnvægi á nýjan leik. Keflavíkurflugvöllur og öll svo þjónusta sem honum tengist hefur verið og enn mjög stór hluti atvinnulífsins og á stóran þátt í vexti þess og aðdráttarafli enda hefur ferðaþjónusta ekki bara hér á svæðinu heldur á landinu öllu vaxið mjög hratt síðustu ár. Já, það sem einkennandi fyrir atvinnulífið í Reykjanesbæ og Suðurnesjum svona þessum hluta Reykjanesskagas náttúrulega Keflavíkurflugvöllur. Hann það stór liður en það hafa líka orðið mikla breytingar. Núna fólk að hugsa í miklu svona meira í þá átt að starfsemi séu umhverfisvæn og hringrásarhagkerfi og þú veist, bara fyrir 10 ára þegar ég tók við þessu starfi þá voru uppi áform í Helguvík álver og kísilver og allt þetta og unga fólki sem að byggja bæinn okkar núna og mjög stór hluti bæjarbúa bara að horfa til allt öðruvísi atvinnustað sem heldur en kannski þeir sem eldri voru og eru og það sem eldra fólki þekkir sem kannski annars konar starf sem heldur en unga fólki að horfa til. Í Reykjanesbæ að finna fjölbreyttar þjónustustofnanir, verslanir, hótel, iðnað, frumkvöðlafyrirtæki og grænan iðngarð svo fátt eitt sé nefnt. Sameiningin hafði mikil og jákvæð áhrif á velferðarþjónustu sveitarfélaganna 3. Stórt skref var stigið í málefnum fatlaðs fólks í janúar 2011 þegar málaflokkurinn var færður frá ríki yfir til sveitarfélaga. Mikil uppbygging hefur átt sér stað í málaflokknum á síðustu árum. Má þar nefna að árið 2005 var Björgin geðræktamiðstöð opnuð, Nesvellir og Selið opnaði árið 2008 og nú standa yfir framkvæmdir við stækkun á hjúkrunarheimilinu sem áætlað að ljúki 2025. Stofnuð hafa verið endurhæfingarúrræði á borði Fjölsmiðjuna og fjölmörg samvinnuverkefni með öðrum opinberum aðilum. Í dag Reykjanesbær öflugt fjölmenningarsamfélag en rúmlega 30% íbúa eru af erlendu bergi. Grunnstefna sveitarfélagsins ber þess skýrmerki en hún ber yfirskriftina í krafti fjölbreytileikans. Ég hef alveg oft einhvern veginn lent í því að vera að tala Reykjanesbæ og sérstaklega kannski við fólk sem bara svona hvernig nennir að búa þarna?
þú veist, finnst þið við vera einhvern veginn upp í sveit og svona og þá eins og fyrir barnafólk tala maður alltaf sundlaugina. Við hefum náttúrulega bara eina flottustu sundlaug á landinu, Vatnaveröld. Við hefum æðislegar gönguleiðir og hjólaleiðir meðfram sjónum og Njarðvíkurskógar, minnst það ótrúlega heillandi svæði og skemmtilegt. Og þetta svona sem að ég myndi segja við fólk svona ef ég ætla að laða fólk hingað. Árið 1994 voru sveitarfélög að hefja undirbúning við að taka við rekstri grunnskólana frá ríkinu sem gekk svo í gegn árið 1996. Á þeim tíma voru 3 grunnskólar í Reykjanesbæ, Holtaskóli, Myllubakkaskóli og Njarðvíkurskóli. Heiðarskóli bættist svo við árið 1999 á sama tíma og allir grunnskólar urðu einsetnir. Ég var eitt af börnunum sem náði öllum skólunum í Keflavík og meira sem náði litla Myllubakkaskóla þegar ég var í 1. bekk og síðan í Myllubakkaskóla frá öðrum og upp í 7. bekk og svo í Holtaskóla í 7. og 8. bekk og svo í Heiðarskóla í 9. og 10. bekk. Þannig ég upplifði alla þessa helstu keflavíksku skóla og þetta var bara fínt. Maður var svolítið mikið á heimavelli þegar maður fór inn í Holtaskóla. Því þá voru pabbi minn og mamma bæði að kenna og amma og afi, amma var í setdeildinni að kenna þar og afi var húsvörður og svo var systir mín í 10. bekk. Hún var að vinna í sjoppunni og svona eitthvað. Ég var alveg algjört royalty, Holtaskóla royalty þegar ég mætti þangað. En svo í Heiðarskóla þá voru mamma og pappa að kenna þar og já, mann leið alltaf vel Ég man bara, sérstaklega í Holtaskóla þá fekk maður og jú, þetta í Heiðarskóla líka, þá fekk maður oft svona sér meðferð út af því að ég var sonur foreldra minna þá að vera að laga til svona myndirna mínar í myndmennt og svona og ég skammaði aðeins minn heldur en hinni krakkarnir í saumatíma og svona eitthvað þannig að þetta var bara algjör lúxus fyrir mig Akurskóli tók til starfa árið 2007 og Háaleitiskóli árið síðar. Stapaskóli í Innri Njarðvík nýjasti grunnskóli Reykjanesbæjar og var fyrsti hluti hans tekin í notkun 2021 en þá hafði hann starfað frá 2019. Við sameiningu voru leikskólarnir 5, Tjarnasel, Gimli, Garðasel, Holt og Heiðasel. 6 hafa bæst við síðan, að Stapaskóla meðtöldum og 2 til viðbótar eru í byggingu. Í lok árs 2024 verða leikskólarnir í Reykjanesbæ því orðnir 13 talsins. Að alveg börn í Reykjanesbæ finnst mér alveg dásamlegt. Fyrst og fremst út af því hversu góða leik- og grunnskóla við eigum og mér fannst það mjög mikilvægt þegar ég var að eignast börn að þau færu í góða leik- og grunnskóla og ég finn alveg ár frá ári að það alltaf verið að bæta þjónustu við börn og barnafólk. Mikið og gott faglegt starf unnið í skólunum og býr sveitafélagið við ríkum mannauð sem kemur að menntun og uppeldi barnan okkar. Félagsmiðstöðin Fjörheimar hefur starfað í 40 ár og á því stóra afmæli eins og Reykjanesbæjar í ár. Frá 2011 hefur félagsmiðstöðin verið staðsett í 88 húsinu við Hafnargötu sem hefur gegnt hlutverki ungmennahús frá 2004. Frá árinu 2011 hefur verið starfandi sérstakt ungmennaráð sem hefur vaxið og dafnað með ári hverju og lætur að jafnaði til sín taka í hinum ýmsu málefnum. Ungmennaráð Reykjanesbæjar hefur alveg gengið gríðarlega langt, finnst mér, síðustu árin og við erum einmitt komið með ungmenni í ráðum og nefndum áheyrnarfulltrúa í Reykjanesbæ og mér finnst það hafa mjög góð áhrif að ungmenni fái að segja sitt og sína skoðun í staðan fyrir að það bara alveg útilokað. Við í ungmennaráðinu, við höfum mikil áhrif en ég held að það væri geggjað ef við höfum aðeins meiri áhrif. Fjölbrautaskóli Suðurnesja hefur stækkað í takt við fjölgun íbúa og býður upp á fjölbreytt úrval námsleiða. Keilir, miðstöð vísinda fræða og atvinnulífs hefur starfað á Ásbrú frá árinu 2007 og framboð sí- og endurmenntunar jókst til muna á svæðinu með tilkomu miðstöðvar símenntunar Suðurnesja árið 1997. Og ég svona stoltastur af því þegar við byggðum upp Keili og allt í kringum háskólabrúna því að það var líka leið til þess að hjálpa foreldrum að komast aftur inn í nám og við vitum alveg að svona menntastig hefur áhrif á uppbyggingu samfélags og áhrif á börnin þannig að þetta hefur allt stuðlað að því að við erum á ágæti stað í dag.
Tónlistarskóli Reykjanesbæjar var stofnaður 5 árum eftir sameiningu en fram að því störfuðu tónlistarskólinn í Njarðvíkur og tónlistarskólinn í Keflavík sitt í hvoru lagi. Tónlistarsaga svæðisins löng og margrómuð og engin vafi liggur á því að það faglega tónlistarnám sem hefur verið boðið upp á síðan 1957 á stóran þátt í því. Fyrir mig náttúrulega gerir þetta alveg svakalega mikið að fara í tónlistarskólan. Allt svona tónlistarvit kemur úr tónlistarskólanum og ég held að ég get alveg fullyrt það að ég væri ekki á þeim stað sem ég í dag fyrir að ég hefði ekki farið í tónlistarskólan. Mikið tími á það að fara uppfæra aðstöðuna. Þetta var nú bara eins og þetta væri bara eins og eitthvað einbýlishús sem var bara búið að gera að tónlistarskóla. Tónlistarskólinn hefur alla tíð verið stolt sveitafélagsins vegna þess metnaðarfulla starfs sem þar fer fram og þeirrar ásýndar sem hann hefur sett á samfélagið. Árið 2014 hóf skólinn starfsemi í Hljómahöll sem einn besta aðstaða tónlistarskóla á öllu landinu. Við byggðum upp Hljómahöll, byggðum upp endurbættum stapan, byggðum tónlistarskóla og settum í milli rock-safnið og þetta allt hluti af því að fólk geti notið tónlistar. Bærin hafi mótað fyrirlega mín alveg helling út og maður á hellinga fyrirmyndum hér úr bænum sko. Það náttúrulega þetta hljómarnir og þeir Rúni Júl og félagar og svo á maður líka einhverja fyrirmyndir í til dæmis þegar Hjálmar fara að byrja að spila og svona. Þetta hafi allt saman mótað mann að einhverju leyti. Svona þá var maður í tónlistarskólanum líka og allt hefur þetta áhrif. Þannig að ég held að klálega bærin hafi svona haft mikil mótunar áhrif sko. Tilkoma Hljómahallar var kveikjan að opnun Rocksafns Íslands, þar sem sögudægur tónlistar á Íslandi eru gerð skil. Á þeim 30 árum síðan sameining sveitafélagana varð að veruleika hefur orðið mikil bragarbót á aðstöðu hinna ýmsu hópa og stofnana sem tengjast menningarlífi bæjarins. Já sko, þótt að Reykjanesbær sé kannski þekktastur fyrir og við höfum státað okkur á því helst að vera tónlistarbær og þá eru hér náttúrulega alls konar önnur menningarstarfsemi, leiklist og dans og myndlist og bara í raun allt sem að manni dettur í huga getur flokkast undir að vera menning og list. Og það mikið af alls konar hópum, kórum og hljómsveitum og myndlistarfélagið okkar og leikfélagið þetta upp á Vesturbraut í Frumleikhúsinu og ég vil bara nota tækifærið og hvetja fólk til þess að halda áfram að hugsa stórt í þessa átt og halda áfram að skapa. Já, án sköpunar þá þetta búið sko, þá gerist ekki neitt. Endurbygging og uppgerð dúshúsa markaði einnig ákveðin tímamót í menningar og listalífi bæjarins. Þar hefur listasafn, byggðasafn og gestastofa Reykjanes Jarðvangs aðsetur ásamt fleiri sýningasölum sem nýttir eru allt árið kring undir fjölbreytta listviðburði og sýningar. Súlan, menningarverðlaun Reykjanesbæjar, veitt árlega einstaklingi eða fyrirtæki sem hefur unnið vel að menningarmálum í bæjarfélaginu og hafa 43 hlotið súluna frá því hún var fyrst veitt árið 1997. Listamaður Reykjanesbæjar jafnframt útnefndur í lok hvers kjörtímabils. Frá árinu 1994 hafa 8 einstaklingar verið útnefndir sem listamenn Reykjanesbæjar og eru nöfn þeirra skráð á stall listaverks eftir Erling Jónsson sem stendur í Skrúðgarðinum í Keflavík. Við sameiningu sveitafélagana var ákveðið að sameina almenningsbókasöfnin Bókasafn Keflavíkur, Bókasafn Njarðvíkur og lestrarfélagið í Höfnum í eitt safn, Bókasafn Reykjanesbæjar, sem hefur starfað síðan. Bókasafnið nú staðsett í Ráðhúsi Reykjanesbæjar og hefur verið þar frá árinu 2013. Barnamenning í sveitafélaginu hefur vaxið og dafnað jafnt og þétt í gegnum árin. Listahátíð barna var fyrst haldin árið 2008 og heitir í dag Baun, barna og ungmennahátíð. Þar finnst mér svo skemmtilegt að krakkarnir einhvern veginn velja bara sína viðburði svolítið sjálf og það til dæmis alltaf bara, þau bíða spennt eftir skessuskokkinu og svo maður að tína til svona aðra viðburði og fara og þar erum við svolítið líka að hitta sama fólki, maður að hitta barnafólki í bænum og bara svolítið bara félagslegt fyrir foreldra líka þó þetta sé fyrst og fremst gert fyrir börnin. Þegar ég var yngri, intro í leikskóla, þá man ég eftir barnahátíð þegar við bjöggum allir krakkarnir
útbyggu svona eitthvað listrænt eitthvað, man ekki alveg hvað það var, eitthvað svona blóm eða eitthvað. Settum það síðan í dúshúsið og það var svona listasýning fyrir alla krakkana í leikskóla í Reykjanesbæ. Skessan í hellinum stór hluti af barnamenningu í Reykjanesbæ, en hún flutti til bæjarins árið 2008, nánar tiltekið í hellin við smábátahöfnina í Gróf. Stærsti einstaki menningaviðburður hvers árs ljósanótt sem haldin fyrstu helgi septembermánaðar ár hvert. Hátíðin var fyrst haldin árið 2000 sem framlag Reykjanesbæjar til Reykjavíkur, menningarborgar Evrópu. Á ljósanótt gefst bæjarbúum tækifæri til þess að skoða margvíslega sýningar, hlýða á tónleika og njóta mannlífsins. Hápunktur hátíðarinnar á laugardagskvöldi þar sem framfara stórtónleikar við strandlengjuna sem lýkur með flugeldasýningu ofan af berginu. Í kjölfar flugeldasýningarinnar ljósin á berginu tendruð. Af því dregur hátíðin nafn sitt og markar gjörningurinn komu haustsins. Upphaf ljósanótt frá mér séð auðvitað þetta útilistaverk sem lýsing bergsins. Ég hafði alltaf horft á þennan kalda fallega vegg en hugsaði með mér að það mætti lýsa hann upp og fór á stað og ég hafði vit á því að talaði ekki það við marga. Og síðan rétt fyrir ljósanóttina þá var byrjað að tala að gera eitthvað úr því að kveikja og við kveiktum á ljósunum fyrsta laugardaginn í september árið 2000 og úr var ljósanótt og það var flugeldasýning og einhverju menningarviðburður og annað. Þetta fjölskylduhátíð, menningarhátíð og líka svona samvera fólks sem að koma utan á landi og ég og Ellert Eiríksson ræddum það af hverju þessi helgi ætti að vera. Það oft rætt í dag að breyta tíma. Ellert heitinn vinur minn bæjarstjóri, hann valdi daginn og sagði að það væri best að gera þetta í byrjun september því þá væri allir Suðurnesjamenn sem eiga sumarbústað út allt, þá voru þeir komnir heim og svo sagðist hann líka að vera búinn að skoða veðurspána og það væri mestu líkur á góðu veðri á fyrsta laugardegi í september og ég veit ekki hvort að þetta var rétt hjá Ellerti vinur mínum eða ekki. En allavega við tókum þetta gott og gilt. Svo hefur hátíðin undið upp á sig og náttúrulega orðið núna 4.5. hátíð, mikil menningarhátíð. Ljósanótt fyrir mér svolítið svona fjölskylduhátíð og hefur alltaf verið og við höfum yfirleitt verið með matarboð, fyrst bræður hans pappa og svo þegar það var orðið stórt þá voru mamma og pappa bjóða okkur mat og tengdaforeldrar mínir. Þannig að við hittum einhvern veginn svona maður gengur alltaf að í vísu á ljósanótt og hittum maður alla fjölskylduna og svo farin í bæ og þá hittum maður svona gamla vini og kunningja og árgangagangan, minnst það svona ef maður lýsir svo fyrir fólki þá fólk svona þetta eitthvað spennandi en þetta ótrúlega skemmtilegt og árgangurinn einhvern veginn kemur saman og bæði frá Njarðvík og frá Keflavík hittast saman og svona og mér alltaf fyndist ljósanótt ótrúlega skemmtileg og mikilvæg. Mér finnst ótrúlega mikilvægt að eyða tíma með fjölskyldu og vinum og einmitt mæta bara öll saman þar sem við getum öll verið og bara hafa gaman saman, finnst það mjög mikilvægt. Ljósanótt bara einstök fjölskylduhátíð og hún hefur auðvitað þetta stóra hlutverk að tengja saman vini og fjölskyldur og þarna fá menn tækifæri til að styrkja böndin og ekkert síður að kynna fyrir gestum okkar hvað þetta fallegur bær og hvað margt í hans bunni. Reykjanesbær hefur alla tíð verið mikill íþróttabær og einstaklingar og félög staðið sig með mikilli prýði í keppnum bæði hérlendis og erlendis. Íþróttafélögin Keflavík og Njarðvík hafa frá sameiningu starfað undir sínum merkjum og sett sterkan svip á bæjarlífið. Ég æfði körfubolta með Njarðvík alveg upp alla yngri flokka og ég held að hafi mótað mig alveg heilmikið. Það var við vorum með svona sterka þjálfara eins og Agga og Bylgju og fleiri og þó maður hafi ekki átt að segja á því þá eiga þau alveg risa þátt í uppeldinu á manni sjálfum og eftir á sér maður líka ég var ekki að æfa körfu til að vera einhver atvinnumaður heldur þetta meira félagslífið og bara núna við erum að hittast enn í dag og svona einu svona ári kannski svona körfuboltavinkonur þannig að þetta
félagsskapur og tengsl sem að maður býr að alla ævi. Sem að man nú helst eftir svona voru afreikir í körfuboltanum þegar maður var yngri. Það var alltaf gaman að mæta á alltaf þessa úrslitaleiki í körfunni og svona, ef maður var á tímabili var maður svona eiginlega orðin bara frekar sko næstu bara svona vanur því að vera Íslandsmeistari í körfubolta og það var alltaf mikið stemning og maður eftir að hafa verið að fara á eitthvað svona bikarleiki líka og svona og mæta í sláturhúsið, fullt sláturhúsið þegar Íslandsmeistari titill að veiði sko, það er engu líkt sko. Árið 1996 var Íþróttabandalag Reykjanesbæjar IRB stofnað og hafa aðildarfélög meðal annars keppt undir merkjum þess í sundi. Öflugt barna- og unglingastarf er unnið innan íþrótta- og tómstundadeilda og er úr mörgu að velja. Í Reykjanesbæ eru haldin fjölmenn íþróttamót allt árið kring. Mynda þau skemmtilegan brag og skapa ánægilegar minningar. Gott íþróttastarf hefur einnig endurspeglast í eftirtektarverðum árangri grunnskóla bæjarins í skólarheisti og hafa þeir oftar en ekki raðað sér í eitt af 3 efstu sætunum auk þess sem keppendur hafa sett met í einstökum greinum. Í Reykjanesbæ eru stöðugar framfarir í byggingu á íþróttamannvirkjum. Má þar nefna Reykjaneshöllina sem markaði tímamót í uppbyggingu knattspyrnuhúsa á landsvísu. Árið 2006 opnaði svo Vatnaveröld með 50 metra innilaug og innileikjagarði. Útisvæði sundmiðstöðvarinnar fékk svo andlitslyftingu árið 2021 með nýjum heitum pottum, gufu og rennibrautum. Sama ár var nýr gervigrasvöllur vígður við Reykjaneshöllina. Á teikniborðinu liggja áform frekari uppbyggingu íþróttamannvirkja. Ég myndi segja að Reykjanesbær í dag væri bara, fyrst og fremst bara gott samfélag. Mikið á góðu fólki, gaman að vera íbúi og taka þátt í samfélaginu hér. Hér ríkja hressir vindar, engar mýflugur eða neitt. Þannig að hér getur öllum liðið vel. Að við þurfum öll að hugsa til þess hvað getur við gert fyrir bæinn okkar, ekki hvað bærin getur gert fyrir okkur. Og ég held að ef við myndum temja okkur það að hugsa þannig að þá verður Reykjanesbær ennþá sterkari og við fögnum 300 árum fyrir seinna. Þetta er bara heimili töffarana og þetta er svona rockbærin bara á Íslandi og við bara fundum upp á, við bara svona uppfinning okkar er töffaraskapur. Þó ég segi enga veginn töffari sjálfur, nutaðist ekki á mig, margir aðrir góður í því. Árið er 2024. Nýkjörinn forseti lýðveldisins er Halla Tómasdóttir. Eldgosarhrina hófst á Reykjanesskaga eftir 700 ára hlé og hefur staðið yfir síðastliðin 3 ár með hverju eldgosinu á fætur öðru. Reykjanesbær er 4. stærsta sveitarfélag landsins með rúmlega 23.000 íbúa. Íbúafjölgun hefur verið mjög hröð á undanförnum árum og langt yfir landsmeðaltali. Nægt húsnæði og atvinna, góðir skólar og nálægð við höfuðborgarsvæðið er meðal þess sem gerir Reykjanesbæ að eftirsóttum stað til að búa á.